Komið sæl og velkomin í þessa rafhelgistund þennan sunnudaginn. Sunnudagurinn í dag er síðasti sunnudagur kirkjuársins. Það eru áramót í kirkjunni, getum orðað það svo, sem þýðir að næsti sunnudagur er fyrsti sunnudagur í aðventu, sem verður nú með eitthvað öðru snið en við eigum að venjast. Ég ætla hér að fá að lesa fyrir ykkur guðspjallstexta þessa sunnudags sem er úr Matteusar guðspjalli og hljóðar svo: Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri: Komið þér sem faðir minn á og blessar og takið við ríkinu sem yður var ætlað frá grundvöllum heims. Því hungraður var ég og þér gáfu mér að eta, þyrstur var ég og þér gáfu mér að drekka, gestur var ég og þér hýstuð mig, nakinn og þér klædduð mig, sjúkur og þér vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þér komuð til mín. Þá munu þeir réttlátu segja: Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan og gáfum þér að eta eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn minn þá svara þeim: Sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðuð einum minna minnstu bræðra hafið þér gert mér. Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar: Farið frá mér, bölvaðir, í þann eilífðar eld sem búin er djöflinum og árum hans. Því hungraður var ég en þér gáfu mér ekki að eta, þyrstur var ég en þér gáfu mér ekki að drekka, gestur var ég en þér hýstu mig ekki, nakinn en þér klæddu mig ekki, ég var sjúkur og í fangelsi en þér vitjuðu mín ekki. Þá munu þeir svara: Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan eða þyrstan, gestkominn eða nakinn, sjúkan eða í fangelsi og hjálpuðum þér ekki? Hann mun þá svara þeim: Sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðuð ekki einum minna minnstu bræðra, það hafið þér ekki heldur gert mér. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar en hinir réttlátu til eilífs lífs. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall í Jesú nafni. En sælur þau sem heyra Guðs orð og varvita það í hjarta sér. En eins og við heyrðum þá er guðspjall dagsins, það er nú svo sem ekkert létt meti. Þetta er mikið íhugunar guðspjall og minnir okkur auðvitað á það til hvers við erum kölluð sem kristnar manneskjur. Við erum kölluð til að vera þeim ljós sem minna mega sín. Vera ljós á vegi fólksins í kringum okkur og við erum jafnframt mynd á það að reisa fólks í gegnum þetta líf er misjöfn. Þetta er ekki alltaf lúxus reisa, hjá sumum er það ansi hart. Og þá er það skylda okkar sem kristinna einstaklinga að aðstoða, hjálpa, taka vel á móti, eins og segir í Guðspjallinu, og vera þeim innan handar sem að áþurfa að halda. Og það er til ágætt ljóð. Nú held ég áfram í ljóðalestri frá því að ég var hér með ykkur síðast. Og aftur er það hann Ísak Harðarson sem að næra orða hlutina svo óskaplega vel. Og ljóðið ber nú í sjálfu sér ekkert nafn, en það hljóðar svo: Ég kasta lífi mínu og upp kemur talan 6, ljón heppinn maður. Ég læt eins og alls ekkert sé, má kasta aftur, má byrja frá byrjun að nýju, í fráteknu húsi á öðrum hnöttóttum stað. Vegari sigurs,
ég geng niður að græneyðum sjónum, hlusta eftir flóði og borgin sem slær í fjarska, aðeins laus tengd mér örmjóri línu, hún sést ekki í þessari birtu. Margir fá 2 eða 1. Þeir strita með það, eiga allt undir því og fá ekki að gera aftur. Líf þeirra er borgin flækt eins og límbandsrúlla. Þeir koma aldrei hingað. En það er jafnvægi í leiknum og þeir sem fá 1 eða 2 eru minnst 3 saman, en ég sem fæ 6 er alltaf 1. Þetta ljóð minnir okkur svolítið á það hversu gæðum heimsins er misskipt og ágætt að hafa það í huga eins og ég nefndi áðan að reisa okkar er misjöfn í gegnum þetta líf. Og við erum gestir hér á þessari jörð og komum þannig fram við náunga okkar að hann eigi sama möguleika og við. Og nú nálgast jólin og það eru margir sem að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til þess að hjálpa þeim sem minna mega sín til að halda heilög jól og hátíðleg jól og í formi peningagjafa, matargjafa og svo framvegis og það er vissulega þakkarvert og Guði sé laun fyrir allar slíkar góðar gjafir. En Guðspjalltextinn minnir okkur á það að við erum saman á þessu hóteli sem við köllum jörð, eins og Reykjavíkurskáldið Tómas talaði tilveru okkar er undarlegt ferðalag. Við erum gestir og hótel okkar er jörð. Við skulum ganga þannig fram gagnvart hvort öðru að líf okkar megi verða sem best og við hugum að þeim sem minna mega sín, þeirra sem eru á jaðrinum, því fátt er mikilvægar en það að finna sig verðan í samfélagi mannanna. Guð gefi ykkur styrk og kjark og þor til að fylgja orðum frelsarans. Og við skulum svo enda þessa litlu rafstund hér á áramótum í kirkju, síðasta sunnudegi í kirkjunni. Við skulum enda þessa stund á því að fara saman með Faðirvorið og við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Já, Guð gefi ykkur góðar stundir og blessi ykkur í bak og fyrir þennan dag sem og alla aðra daga. Takk fyrir samveruna.